Góða kvöldið, kæru vinir, velkomin í Guðsþjónustu hér í Lindakirkju á þessum fallega degi og gleðilega hátíð. Í dag pálmasunnudagur og það einmitt við hæfi að fá svona hressandi inngöngusálm að því að þessi dagur fjallar inngöngu. Við fögnum því að konungurinn kemur. Í dag eru svo heppin að vera með þessa snillinga. Það Margrét, Bryndís, Rósalind og svo Sigrún sínum tvær, Sigrún Grettisdóttir og Sigrún Hermannsdóttir. Það ætla að halda uppi stöðinni í kvöld, auðvitað með Óskari og Palli hérna á bassanum. Við erum svo ótrúlega heppin með tónlistarlífið hérna í Lindakirkju. En þessi sálmur sem þið sunguðu í upphafi, Gakktu á gullnum vegi, þetta líka búið að vera inngöngusálmurinn í fermingunum. Það ekki, Óskar? Jú, það búið að syngja þetta 9 sinnum bara síðustu 3 helgar. Lag eftir Gunnar Þórðarsson. Nákvæmlega. Og 10 sinnum núna. Þetta 10. skiptið. 10. skiptið. Fáum ekki leið á þessu. Nei, ekki á svona skemmtulega lagi. Hvað, 240 fermingabörn? Akkurat. Þetta er bara dásamlegt. Já, en sjálfur ég Danni og ég hvet ykkur til að taka þátt í öllum svörum og söng. Svo minni ég líka á að messunum okkar streymt á Facebook síðu Lindakirkju og á YouTube. Og það alltaf hægt að horfa á stundinar aftur seinna. Nú, vers vikunar úr Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla. Þar stendur: Þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Amen. Og við skulum helga okkur Guði með signingu og upphafsbæn. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Almáttugur kæmi
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss.
Ritningalestrar dagsins fjalla konunginn sem að auðmýkti sig. Fyrir ritningalesturinn úr bók Sakaría. Fagna mjög, dóttirin Síón. Lát gleði tárum, dóttirin Jerúsalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín. Réttlátur hann og sigursæll. Lítillátur og ríður asna. Ungum ösnu fóla. Hann útrýmir hervögnum úr Efraím og víghestum úr Jerúsalem. Öllum herborgum verður eitt. Hann mun boða þjóðunum frið og ríki hans mun ná frá hafi til hafs og frá fljótinu til endimarka jarðar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Seinni ritningalesturinn úr Filippíbréfinu. Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst það ríkir hlýja og samúð, geri þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd, verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara, verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Faðmar ást þín.
Guðs bíður með sér, þeim sem einn mannkyns frelsari ég syng auðið, þeim sem járnræði vann handa mér, þeim sem einn til Guðs bíður með sér, þeim sem einn mannkyns frelsari ég syng Nú með að þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við heyrum heilagt Guðspjall sem ritað af Guðspjallamanninum Jóhannesi. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem kominn var til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á móti honum og hrópaði: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað óttast ekki, dóttirin Síón, konungur þinn kemur og ríður ösnufóla. Lærisveinar hans skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn, minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Já, þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Við skulum játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Við ætlum að flytja fyrir ykkur núna í fyrsta skiptilag sem að hún, Rósalind, kynnti fyrir mér fyrir nokkrum vikum síðan, eða einhverjum, já. Og ég hvatt hana til þess að snæra sig yfir íslensku eða fá þýðingu og hún var ekki lengi að því og sendi mér skömmu seinna texta sem hún gerði sjálf og nú ætlum við að flytja þetta hérna í fyrsta skiptilagið heitir á ensku If I Got Jesus og hún þýðir það Ef ég hef Jesús. Ég hef alltaf staðið stolt, átt vini sem að sigldu brott og jafnvel týnt sjálfri mér stund. Ég hef rennt brýr að baki mér í öllu þessu ég hef séð. Það eitt sem aldrei svíkur mig.
Ég hef Jesús, ég hef allt sem ég get óskað mér. Þó veröldin frá mér fer, ég verð í lagi. Ég hef Jesús, þá von vakir inn í mér. Gleði sú sem aldrei þver, og náð hans grípur mig. Ef ég hef Jesús, ég þarf ei meir. Ég hef séð veiklynd víkja frá, ég hef séð mistök mætt minna. Ekki í mínum mætti, heldur Krist í mér. Kraftaverkin ég geti skýrt, og hann gaf mér nafnið sitt. Ríkið dæmi mitt meir en nokkurt sinn. Ég hef Jesús, ég hef allt sem ég get óskað mér. Þó veröldin frá mér fer, ég verð í lagi. Ég hef Jesús, þá von vakir inn í mér. Gleði sú sem aldrei þver, og náð hans grípur mig. Ef ég hef Jesús, ég þarf ei meir. Dag einn mun kallið koma, og Faðir vor á himnum stíga niður til mín. Ég krýp á kné og sál mín syngur. Nú fer ég heim. Ef ég hef Jesús, ég hef allt sem ég get óskað mér. Þó veröldin frá mér fer, ég verð í lagi. Ég hef Jesús, þá von vakir inn í mér. Gleði sú sem aldrei þver, og náð hans grípur mig. Ef ég hef Jesús, ég þarf ei meir. Ef ég hef Jesús, ég þarf ei meir. Jó, takk kærlega fyrir þetta, Rósalind, og takk fyrir að kynna okkur fyrir þessu lagi. Það verður sungið oftar hérna, það get ég alveg bókað. Náð sé með ykkur og friður. Ég segi aftur gleðilegan pálmasunnudag. Nú fer dymbilvikan að byrja. Vikan fyrir páska sem yfirleitt til einhver kyrrð og íhugun. Og vitið þið hvað dymbill er? Ég lærði það sjálfur bara mjög seint. Það einhvers konar búnaður úr tré sem var settur í kirkjuklukkunar svo að hljóðið deyfðist þegar verið að hringja þeim. Svo að hljóðið var svona hæglátara og hljóðara, svona eins og fólki var kallað til þess að vera þessa vikuna. Þetta nú vikan þegar við minnumst sérstaklega fórnardauða Krists á krossinum. En á þessum degi, á pálmasunnudegi, þá var fagnað. Þá hópaðist fólkið í Jerúsalem saman því að konungurinn kemur. Já, konungurinn kemur. Og ekki á hvítum fóla eða álíka tignarlegum farskjóta. Nei, hann kom á ösnu fóla. Ekki voðalega konunglegt, hvorki fínt né virðulegt, í rauninni bara frekar ómerkilegt. En konungurinn, hann var nú auðvitað frekar almúðalegur sjálfur.
Hann var ekki með kórónu eða skikkju, hann var ekki skreyttur gulli eða fínum steinum, enda var þetta frekar sérstakur konungur, konungur lífsins eins og við köllum hann, Jesús sjálfur. En fólkið fagnaði honum líkt og konung væri að ræða. Það veifaði klæðum sínum og pálmagreinum, en þannig var konungum fagnað á þessum tíma. Svo voru klæði jafnvel lögð niður á jörðina svo að reiðskjótin, asnin, þyrfti ekki að snerta hana. Svo mikil virðing var borin fyrir Jesú að það náði jafnvel til lásett asnans sem að hann var á. Það bara líkt og virðingin hafi bókstaflega lekið af honum. Asnin mjög merkileg skepna og við mættum taka asnan okkur til fyrirmyndar. Og þá ég að tala út frá hinu biblíulega myndmáli asnan, ekki miskilja mig og halda því fram því að við komið í kvöldmessu í Lindakirkju og presturinn sagði að þið ættu að vera asnalegri. Það síður en svo það sem ég að gera. Asnin hefur neikvæða skírskotun í okkar samfélagi. Hann tengdur því að vera þrjóskur, tengdur við fávísi, fíflaskap og bara almennt það að vera asnalegur. Ekki mjög göfugt hlutverk í lífinu. En í biblíunni þá lesum við öllu heldur jákvæðri mynd af elsku asnanum. Þar hann tengdur þjónustu, þjáningu, trausti, frið og auðmýkt. Þessir eiginleikar einkenna aðra persónu í Guðspjöllunum, þennan sem reiðinn líkt og konungur. Jesús Kristur sem að reið ekki inn í Jerúsalem á hvítum fola, þrátt fyrir það að vera fagnað sem konungi, heldur einmitt á litlum asna. Og þarna auðmýktin. Jesús kom ekki inn í þennan heim til að vera þjónað, heldur til þess að þjóna öðrum. Hann segir þetta bókstaflega í biblíunni. Og svo virðist einnig vera hlutskipti asnans. Já, ég ætla að tala aðeins meir asnan. Asnin dyggur þjón. Hann ekki sá tignarlegasti, en hann traustur og hann tryggur. Að bera út kærleiksboðskapinn okkar verk og við eigum að láta verkin okkar tala. Við eigum að virða, elska og þjóna náunganum óháð því hver hann Þetta lykil hlutverk sem við fáum að gegna. Og við gegnum þessu lykil hlutverki í lífi hvers annars. Okkar verk skipta máli. Og líkt og asni gerði þá berum við hvort annað uppi. Það engin önnur leið í þessu lífi. Nú rithöfundurinn George Bernard Shaw sagði að versta syndin gagnvart náunganum ekki hatur, heldur afskiptaleysi. Hann sagði það vera kjarna ómennskunnar. Við kölluð til þess að vera fyrirmyndir fyrir hvert annað og sjálf eigum okkur fyrirmynd í Kristi sem að sýndi aldrei afskiptaleysi, heldur tók ávallt afstöðu með þeim sem að minna máttu sín í samfélaginu. Hann mun boða þjóðunum frið, stendur í bók Sakaría. Þannig var séð fyrir að Jesús myndi ekki boða hernám, veraldarhyggju eða valdafíkn. Hann kom ekki á stríðsfáki með sverð. Hann kom á asna, boðandi frið. Hann valdefndi fólk með því að boða þeim kraft kærleikans, friðar og samkenndar. Og nú í dag sérstaklega mikilvægt að við minnum okkur á þetta á tímum þar sem bókstaflega verið að halda fram að samkennd sé veikleiki. Samkennd. Það geta fundið til með öðrum. Það geta sett sig í spor annara. Samkennd grundvöllur fyrir því að við getum ástundað kristinn kærleika. Og það því mjög varasamt þegar einn auðugasti maður heims, sem náði að koma sér í valdamikla stöðu innan Bandaríkjanna, segir að samkennd sé veikleiki og muni valda falli vestrænar menningar. Það svo hættulegt þegar menn í valdastöðu upplifa upphafningu tilvistar hverjar einustu mannesku sem persónulega árás á þeirra eigin hugmyndafræði. Þá nota slíkir menn valdi sitt til þess að verja eigin hagsmuni með því að sannfæra fólk í lægri samfélagslegri stöðu að það séu þeirra hagsmunir líka. Ég enginn hagfræðingur en þessi hugmyndafræði líkist trickle down hagfræðikenningunni.
sem byggist á því að ef við erum dugleg að hlúa að hinum auðugu og stóru fyrirtækjunum, þá muni auka ágróðin leka niður til lægri stéttanna. En það raunveruleikinn? Viðheldur þessi hugmynd tilverurétti og jafnrétti allra mannvera? Mér persónulega líst miklu betur á trickle-down áhrifin þar sem við sjáum þegar asninn var upphafinn, þegar Jesús reið á honum. En það eru nefnilega áhrif sem að byggjast ekki á peningagræðgi eða valdauðgi, heldur á þeim dygðum sem að Jesús sýndi, auðmýkt og samkennd. Og ég vil vitna í orð fréttakonunnar Gillian Benfield, sem hún setti fram eftir staðhæfingu Elons Musk samkenndina, sem var jú auðugi maðurinn sem að ég vitnaði áðan. Og hún sagði, samkennd ekki synd, samkennd ekki eitruð, samkennd ekki veikleiki, samkennd mun ekki valda hnignun okkar, samkennd réttlætir ekki ílsku, eins og sumir gefa til kynna, þvert á móti, samkennd kallar okkur til þess að standa gegn ílsku. Samkennd sækist ekki eftir valdi, heldur kallar okkur til þess að standa meðal hinna valdalausu. Tilvísun lýkur. Stundum virðist þetta vera svo ótrúlega háleitt markmið, það að ætla að líkjast Kristi. Kristur sem að sýndi þessa þjónustulund tryggð, jú og auðmýkt, ætlast til þess að við getum gert eins. Það virðist svo oft vera að það sé ekki raunhæft að ganga í spor hans. En hvað með þá að ganga í spor einhvers annars? Ekki konung lífsins, heldur í spor einlægs asna. Virðist það ekki svolítið auðveldara? Við getum fylgt asnanum og tekið hann okkur til fyrirmyndar. Og hvaða gildi höfum við þá í hávegum? Jú, einnig þjónustulund, tryggð og auðmýkt. Og hvers vegna getum við fundið sömu gildi í frelsaranum okkar og í asna? Jesús sagði sjálfur að hann væri hógvær og af hjarta lítillátur. Hann samsvaraði sig með hinum lægstu en ekki hinum hæstu. Hann sat meðal tollefndumanna og syndara. Hann reið inn á asnanum. Og ef við sjáum við í asnanum helstu birtingarmynd þess sem undirgefin. Svo asnin ef til vill bara ekkert svo auðveldur að líkjast. Mögulega það bara býsna erfitt að gera sig undirgefin, að þjóna af auðmýkt. Asnin þjónar þeim sem þurfa á því að halda. Hann veit í rauninni ekki hvað hann gerir, hann þekkir ekki ávöxt verka sinna, eða hvaða merkingu verkin geta haft þegar horft til framtíðar. Nei, asnin þjónar af auðmýkt. Getum við gert eins? Getum við þjónað í auðmýkt og boðað samkennd í órólegum heimi? Getum við svarað kallinu í Filippíbréfinu, en þar stendur, lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilags anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Og við erum svo heppin að með þennan frábæra sönghóp að við erum að fá svona röð af sólóistum til að syngja með okkur líka. Og næst þá það ekki gráta elsku barn. Þá ég haft
þig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Ekki gráta, elsku barn, ekki gráta, elsku barn, innra með þér að ég dvel, öll þín tár ég þerra ver. Ég ein sem faldi sig, en ég nær og styrki þig, upp ég lyfti ávallt þér, ef þú leyfir mér. Árla morguns var það í byrjun vikunnar, þá víst minn drottinn sagði, leita hjá mér huggunar. Já, kæru vinir, þá er komið að bænastund og við höfum þann háttinn á hér að við eigum bara hvert og eitt stund með Guði þar sem við leggjum fram okkar bænarefni í hljóðri bæn. Hér fyrir aftan er svo bænaaltarið okkar, þar getið þið kveikt á kerti fyrir bænarefni eða skrifað þau á miða og sett í raufina. Hér svo á 50. morgnum klukkan 9 mætir alltaf trúfastur hópur og biður fyrir þeim bænarefnum sem okkur berast og þið eruð auðvitað öll velkomin í þennan hóp. Svo bara fyrir ykkur sem eru að horfa í streyminu eða ef ykkur liggur eitthvað á hjarta seinni í vikunni, þá er alltaf hægt að senda bænarefni á lindakirkja@lindakirkja.is. En á meðan við biðjum þá munum við heyra fallegan bænasálm. Gjörðu svo vel. Syngið endilega með. Gleði í augum hvers
Elsku Guð, við minnumst þess að frelsar okkar Jesús Kristur gekk í auðmýkt í dauðan á krossi. Viltu veita okkur að miskunn þinni það að líkjast honum í hóvarð hjartans og eignast hlutdeild í upprisu hans. Viltu veita okkur anda auðmýktar svo við megum lítillæka okkur sjálf og þjóna náunganum af kærleika. Við biðjum fyrir öllum þeim fermingarungmennum sem hafa játast í að eiga Jesú Krist sem leiðtoga lífsins. Megi þú blessa öll þeirra ævispor, leiða þau og styrkja. Já, megi þau ávallt vita að þau eru elskuð og dýrmæt. Við biðjum fyrir öllum þeim bænarefnum sem okkur hafa borist hér í Lindakirkju. Viltu vaka yfir þeim sem þurfa á þér að halda, fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma og veikindi, fyrir þeim sem glíma við erfiðleika og ofbeldi, fyrir þeim sem upplifa fátækt og eru án heimilis, fyrir þeim sem þurfa á kærleiksríkri nærveru þinni að halda. Og ég bið úr bænabók Karl Sigurbjörnssonar: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Þú hefur endurleist mig, Drottinn, þú trúfasti Guð. Varðveit mig í nótt í þinni náð. Fel mig í skugga vængja þinna. Ég lofa þig sem varst og ert og sem kemur. Í þínar hendur fel ég anda minn, nú og að eilífu. Elsku Guð, viltu hjálpa okkur að vera ljósberar þínir og muna að við erum hendur þínar hér í heimi. Allar okkar bænir leggjum við í þínar hendur og segjum saman bænina sem að Jesús gaf okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú með þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við þiggjum blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guð sem skapar, frelsar og huggar. Amen. Já, kæru vinir, ég ætla bara að biðja ykkur að vera ennþá standandi. Nú fer þetta alveg að koma að loku hjá okkur. Ég vil þakka þessum söngkóp kærlega fyrir þessa dásamlegu tónlist. Óskar og Palli, takk fyrir. Guðbjörg kirkjuvörður sem sér að ljósin séu kveikt og hurðarnar opnar, hvar værum við án hennar. Og þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og fyrir þáttökuna. Áður en við förum þó í dag, þá er vert að minna á að nú í Dymbilvikunni og páskana þá er helgihaldið með svolítið öðru sniði. Nú á skírdag, 5. daginn næsta, þá eru boðið upp á máltíð Drottins hérna klukkan 8 kvöldið. Föstudaginn langa, klukkan 8 kvöldið, þá eru píslasagan lesin. Og svo á páskadagsmorgun, þá eru guðsþjónusta hérna klukkan 9 morgunin. Svolítið svona snemma heldur við vön, en við náum örugglega að vakna á þessu morgni. Þetta er svo gleðilegt tilefni. Það verður alveg rosa skemmtilegt. Er það ekki? Það verður matur og allt á eftir. Sko. Það er nefnilega matur á eftir. Svo að gera að koma hérna eiga bara góða og skemmtilega stund, fá mat og síðan jafnvel klukkan 11 eftir páskamessuna, þá verður sunnudagaskólið það sem er páskaeggjaleit. Og við erum öll velkomin í það. Ég veit ekki hvort það er aldurstakmark á því, en þið getur alveg reynt. Við ætlum núna að syngja öll saman, loka sálminn og vef með vængjum þínum, en ég kveð ykkur með þessum orðum: förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já.